Verið velkomin á 589. fund bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar, haldinn í fundarstað Viðmörk 20, 5. janúar 2025. Fundinn sitja Halldór Bjarni Hreinsson, Sandra Sigurðardóttir, Hjörtur Sigurðsson, Sæunn Sif Sigurbjörnsdóttir, Thelma Ríf Runólfsdóttir, Friðrik Sigurðsson, Alda Pálsdóttir, Pétur G. Markan og Íris Björgmundsdóttir sem einnig ritar fundargerð. Eru athugasemdir við fundarboð. Engar athugasemdir við fundarboð og þá höldum við til dagskrár. Fyrsti dagskrárliður, það fundargerð bæjarráðs frá 19. desember 2024 og það eru liðir afgreidd sérstaklega, það eru 5, 9, 11, 13, 14, 15 og 19. Og byrjum á lið 5, það bréf frá miðstöð Slysavarna barna frá 7. desember 2024, þetta er afgreidd sérstaklega og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkja að veita 50.000 styrk til miðstöðar Slysavarna barna vegna gerð myndbands Slysavarna barna heimilum og öryggi þeirra í bílum. Orðið er laust. Enginn guðs hljóðs og berið þennan lið upp til samþykktar. Hann er samþykktur samfélag. Og lið 9, það er íþróttahús tilfærsla á tónlistarstofu sem það er afgreidd sérstaklega. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að tónlistarstofan verði færð að Reykjamörk í samræmi við tillögu í minnisblaði byggingarfulltrúa, en orðið er laust. Já, forseti. Við vorum nú á móti á sínum tíma að færa þessa færanlegu kennslustofu sem lá undir skemmdum hingað fyrir aftan gamla kaupfélagi. Þetta var það niðurníðslu komið og kostnaðurinn fór langt fram úr kostnaðaráætlun við að gera hana upp á sínum tíma. Og nú á að fara að færa hana aftur á stað við hliðina á annarri tveimur kennslustofum sem eru líka orðnar gamlar og úr sér gengnar að mér skilst. Og ég velti fyrir mér hver tilgangurinn sé með að færa svo einu stofu með tilheyrandi kostnaði þegar að það á svo að fara að taka í gagnið 3 nýjar kennslustofur upp í grunnskóla og einnig hafa náttúrulega verið tekin í notkun fullt af öðrum sérkennslurýmum sem hefur létt væntanlega á öðrum rýmum skólans. Þannig að maður áttar sig ekki alveg á tilganginum með því að vera að færa enn og aftur þessa stofu, enda lögðum við þetta til þarna á fundi bæjarráðs að þessi stofa yrði bara seld og við bara myndum losa okkur við hana. Þannig að lóðin hjá grunnskólanum myndi nú bara vera nokkur hreinleg og fín í staðinn fyrir að vera að púsla enn einu saman þarna við einhverja aðra, eins og ég segi, úr sér gengna stofu sem að ætti líka í rauninni að fjarlæga. Þannig að já, maður skilur ekki alveg þegar að vera að fjölga stofum að hvers vegna þarf þá að halda í þessa færanlegu kennslustofu sem er líklega orðin yfir 30 ára gömul. Takk fyrir þetta, Friðrik. Sandra Gjörnsson. Já, og það sem mér langar samt kannski aðeins að koma inn á þarna er það að þessi stofa hefur nýst núna undir tónlistarkennslu fyrir tónmennt í grunnskólanum og líka fyrir tónlistarskólanum. Og þið kannski leiðir með við fyrir með röggmál en það var ekki gert ráð fyrir þessari teikningu rými fyrir tónlistarskólan og það vantar rými. Það á ósk skólastjórans að hann sér þörf fyrir þessa skólastofu og hún var auðvitað á sínum tíma var hún auglýst og hún seldist ekki. Þannig ég gerir ráð fyrir að það sé ekki mikil eftirspurn eftir svona gömlum og ónýtum kennslustofum eða færanlegu kennslurými en ef að skólastjóri sér fram á að geta nýtt rýmið þá er það bara mjög jákvætt með litlum kostnaði. Það er auðvitað búið að gera upp og eins og segir og var lítið sem þurfti samkvæmt manneskjufulltrúa. Þannig að ég bara fagna því að við getum nýtt þær eignir sem að bærin á til góðra nota og ef að fagfólkið okkar segist hafa nót fyrir það. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri. Ekki hluttak til máls. Þá byrjum við að líða upp í samtal þeir sem samþykkja merki. Það er meiri hluti samþykki. Þeir sem á móti og samsöfnum. Það liður 11. Verkefnishópur fyrir þróun á verkefni Gott að eldast sem það afgreiða sérstaklega og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að skipa verkefnahóp varða verkefni Gott að eldast í samræmi við tillögur í minnisblaði. Orðið er laust. Enginn guðs hljóðs og byrjar þennan lið upp í samtal þeir sem samþykkja gefa merki. Það er meiri hluti þeir sem samþykkja gefa merki. Það er meiri hluti sem samþykkir. Getum við fengið styrk?
Nei, Fundarhlé. það er óskil á fundarhlé. Stöðum úrslitin hvað 17. Já, takk fyrir og við ætlum að fá bera aftur lið 11 upp til samþykktar. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að skipa í verkefni og fyrir varðar verkefni gott að eldast í samræmi við tillögu í minnisblaði. Það er samþykkjumerki. Það er til samþykktar. Þeir sem á móti ekki þeir sem sitja hjá. Það er liður 13. Húsaleigusamningur og atvinnuhúsnæði Austurmörk 18 í Hveragerði, dags 19. desember 2024 sem það er sérstaklega. Og það er lagt til að bæjarstjórn samþykki húsaleigusamning um atvinnuhúsnæði í Austurmörk 18 í Hveragerði. Orðið engin þessi máls og berið hann lið upp til samþykktar. Þeir sem samþykkja merki og það er samþykkt samhljóða. Það er liður 14. Tekjutengdur afsláttur fasteignagjalda til öryrkja og ellilífeyrisþega vegna ársins 2025 sem það er afgreitt sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir hækkun á tekjutengdum afslætti fasteignagjalda til öryrkja og ellilífeyrisþega 6% frá tölum ársins 2024 í samræmi við tillögu í minnisblaði skrifstofustjóra. Orðið laust. Engin þessi hljóðs og þá ber ég þannig lið upp til samþykktar þess að samþykkja gerir merki og hann er samþykktur samhljóða. Það er liður 15. Það eru opnu tilboða verðkönnun í verkið Íþróttahús verkfræðihönnun sem er afgreitt sérstaklega og það er samþykkt. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að taka tilboði lagsbjóðanda efli verkfræðistofu í verkið enda uppfylli umbjóðandi öll skilyrði útboðsgagna en orðið laust. Þessi tjós og þá berið hann liður til samþykktar en samþykkja merki og það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 19. Það er verkefnagerð leikskóla Óskalandi frá 11. desember 2024 sem það er afgreitt sérstaklega. Og það er bókun sem þarf að beint til bæjarstjórnar og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að þeir foreldrar sem ákveða að þiggja ekki vistunarboð í bráðabirgðaúrræði í Dungubrekku haldi foreldragreiðslum þar til boð berst vistun ýmis öðru leikskóla Óskalandi undirlandi eða hjá dagforeldri. En orðið laust. Engin þessi hljóðs, þá berið hann lið upp í samþykktar þegar samþykkja merki eða samþykkt samhljóða. Þá er fundargerðin til umræðu í heild sinni, engin þessi hljóðs. Svo er ekki að berið fundargerðin upp til staðfestingar. Til staðfesta fundargerð gefa merki, fundargerð staðfest. Þá er liður 2, það er fundargerð bæjarráðs frá 9. janúar 2025 og það er eitt lið sem þarf að afgreiða sérstaklega, það er liður 3. Og þar er liður 3 er samningur þrif á húsnæði Hvergisbæðars sem þarf að afgreiða sérstaklega. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir framlengingu á samningi við NAKO ehf þrif á húsnæði Hvergisbæðar 6 mánuði með þeim hækkunum og aukningum sem fram kemur í minnisblaði skrifstofustjóra og fyrir bæjarstjóra að ganga frá samningum. En orðið er laust. Engin þessi hljóðs, þá ber ég þannig lið upp til samþykktar. Samþykkir gerir merki. Það er meiri hluti samþykkir, þeir sem sitja hjá. Sérstaklega sitja hjá. Þá er fundargerðin í heild sinni. Bara ég má spyrja örstutt úr sæti. Við höfum yfirleitt held ég tekið fyrir þegar við höfum verið að úthluta lóðum, sérstaklega ekki bæjarstjórn staðfest. Já, það er ekki bæjarstjórn. Svo- Samþykkja úthluta. Og það er liður 4, það er lóðahlutin.
Ég bara, Viljið þið taka fundarlega og skoða þetta? Það er óskandi hundarlíf. Dagskrá og við höfum stætt í lið 2, þar sem fundargerð bæjarráðs frá 9. janúar 2025 umræðu. Orðið er laust um það fundargerð. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég þá fundargerð upp til staðfestingar. Fyrir staðfesta fundargerð gefa merki að staðfest samhljóða. Þá liður 3, fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar frá 2. janúar 2025. Þar þarf að afgreiða eitt lið sérstaklega. Það er liður 2. Það er deiliskipulag ás og grundarsvæðis vegna Hverahlíðar sem er afgreitt sérstaklega og það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að auglýsa allar ríkja á fundi 17.13. Já. Og við erum í og það er sett liður 2, deiliskipulag ás og grundarsvæðis vegna Hverahlíðar. Það er lagt til að bæjarstjórn samþykkir að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi ás- og grundarsvæði í Hveragerði í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og þá ber ég þessa tillögu til staðfestingar þeir sem samþykkja merki og það er samþykkt. Liður 4, það er beiðni frá bæjarfulltrúum D-lista um minnisbyrði. Það er ekki að fara yfir klára skipulags. það ekki. Nei, þá er fundargerðin tími. Má taka því það? Já, fundargerðin. Veit ég hvað þessi hljóðs er fundargerðin? Þessi hljóðs er ekki ég. Það er hérna varðandi lið 1 sem er deiluskipulagið Varmá. Með réttu ættu þessi aðilar ekki að vera ennþá með þessa lóð enda fengu þeir frest til júní 2024 til þess að skila inn öllum gögnum varðandi þessa lóð.
En samt sem áður virðast þeir halda þeir séu ennþá með þessa lóð eða hvort að bærinn sé ekki búinn að taka hana baka með formlegum hætti en allan var bæjarstjórn búinn að samþykkja það fyrir allan meira en ári síðan að þeir hefði frest til júní 2024 til þess að skila inn hugmyndum og teikningum. Það á reyndar við aðra lóðir hérna á þessu svæði þannig að ég svona velti fyrir mér að þessar teikningar auðvitað eins og skipulagsfulltrúi bendir á sko að þetta auðvitað bara ófullnægjandi gögn þarna og virðist vera eitthvað að þau séu að reyna að halda í þessa lóð. En hvort að bæjarstjórn þurfa að taka eitthvað sérstaklega á þessu máli, ég svona velti því bara hér fram. Gretarsvík. Gránarsvík, Gretarsvík. Ég held að við má geta bæjarstjórn til kanna við þessa lóð og skoða hvernig ferlið með þá. Njörður, gjörðu svo vel. Þetta er bara aðeins að koma hérna inn á lið nr. 4 sem er Þorvaldssonar lína frumdrög og taka undir það sem kemur fram í umsókn Berggerðsbæjar þetta mál að það sé mikilvægt að við fylgjum því eftir að þessar línur fari í jörð líka í landi Berggerðsbæjar og alveg lykilatriði og nú er tækifærið á mjög mikilvægt að við fylgjum þessu mjög fast eftir. Njörður. Já, forseti, bæjarstjórn, aðrir góðir tilheyrendur örlítið fyrsta liðinn varmána. Þá er þetta mál sem hefur verið að þróast aðeins innan dyra hjá okkur. Þetta snýst að einhverju leyti það að það var ófullnægjandi í skipulag. Það voru sem sagt einhverjir gallar í skipulaginu sem hafa bent á og þarna er verið að koma upp með hugmynd núna að steypa saman tveimur lóðum. En það rétta í málinu er að það er búið að taka mjög langan tíma og þetta er mjög verðmætt lóð, þannig að það er mjög mikilvægt að hún komist í vinnu, svo ég orði það bara þannig. Þannig að við tökum bara einfaldlega þessa umræðu inn til okkar og athugum málið enn frekar. Takk, Pétur. Fleiri kveðstilhums. Ef svo er ekki, þá verður fundargerðin til staðfestingar til staðfesta framfylgja á merki og staðfesta samkomu. Þá það liður 4, beiðni frá bæjarfulltrúum D-listans um minnisblað um leikskólamál og ósk minnisblað frá bæjarstjóra varðandi leikskólamál í Hveragerði. Það ætlaði að fylgja á súl. Já. Beiðni ekki á súl. Já, forseti. Eins og alþjóð veit þá hefur skapast umræða leikskólaviðbyggingunni hérna á Óskaland og allt því sem að henni fylgir. Og það er hér í Hveragerði auðvitað líka umræða þetta og við erum með svona nokkrar fyrirspurnir sem við bara óskum eftir svörum við og bæjarstjóri hefur nú þegar haft samband við mig og látið mig vita svona, eða gefa mér svör við ýmislegt en sem mun svo væntanlega koma á minnisblaði á næsta bæjarársfundi. En ég ætla að lesa þá upp hér þessa beiðni okkar. Bæjarfulltrúar D-listans hafa áfram áhyggjur af stöðu leikskólamála í Hveragerði og óska því eftir að bæjarstjóra verði falið að taka saman minnisblað stöðu leikskólamála í bænum. Bæjarfulltrúar D-listans óska eftir að svörum við eftirfarandi spurningum svari í minnisblaðinu og fleiri upplýsingum séu þær til staðar. Nú óskað eftir upplýsingum hver staðan er á viðbyggingunni á Óskaland, hver staðan er á henni, hver raunhafa áætlun skil á viðbyggingunni og hver staða viðræðna við fasteignafélagið Eik og verktakafyrirtækið Hrafnsól. Hafa viðræður átt sér stað mögulega kaup Hveragerðsbæjar á viðbyggingunni. Óskar eftir upplýsingum stöðu biðlista eftir leikskólaplássum í Hveragerði. Óskar eftir upplýsingum hvernig útfærsla bráðabirgða leikskóladeildar á Bungubrekku verður háttað, þar sem er að ræða mjög ung börn og augljóst á bæði húsnæði úti svæðið við Bungubrekku hentar ekki til aldurshóp, nema með tilheyrandi breytingum og kostnaði, en aðstæðan á Óskalandi hentar í dag yngstu börnunum. Hver eru forsendur þessara ákvörðunar og var haft samráð við foreldra elstu barna á biðlista og elstu barna á Óskalandi þegar þessi ákvörðun var tekin. Vegna þess að fulltrúar D-listans lögðu fram ákveðna tillögu sem var nú samþykkt með breytingum hérna í bæjarráði,
en tillaga fulltrúa D-listans gerir ráð fyrir samráði við foreldra og að elstu börn af óskamandi færðist yfir á Bungubrekku, enda hentar það húsnæði útisvæði Bungubrekku mun betur eldri börnum með tengingu við grunnskólann og þá starfsemi sem þar fer fram í dag heldur en þeim allra yngstu. Óskar eftir upplýsingum hversu margir foreldrar þáðu pláss á bráðabirgðaleikskóladeildinni fyrir börnin sín og hversu margir höfnuðu plássi og óskar eftir upplýsingum hversu margar af þeim deildum leikskóla Hveragerðisbæjar séu aldurshreinar og hvort mögulegt sé að koma fleiri börnum á leikskóla með því að blanda öllum deildum og þannig fullnýta alla deildir. En í svari mitt við fyrirspurn D-listans frá því í júní 2023 kom fram að 2 deildum hafi verið breytt í blandaðar deildir svo hægt var að taka inn fleiri börn. Takk fyrir þetta. Nei. Heyrðu, má sjá þessi það? Takk fyrir alltaf. Við erum með bókun og þetta sem meirihluti bæjarstjórnar gleðst, hún er svona, meirihluti bæjarstjórnar gleðst yfir jákvæðum tíðindum á Frængvelli og Óskaland og fagnar því hægt sé að taka við börnum á biðlistum í aðlögun á Bungubrekku þangað til viðbyggingu Óskaland hefur verið tekin í gagnið. Svörum við fyrirspurn D-listan verður skilað á næsta fundi bæjarins eins og óskað er eftir. En það er mikilvægast verkefni, ég veit að minnisblaðið er langt komið og við kannski biðja bara Pétur manns fara svona stikla á stóra og fara yfir stöðuna. Takk. Já, forseti bæjarstjórn aðrir góðir tilheyrendur eins og kemur fram í fyrirspurninni þá er óskað eftir þessum svörum í næsta bæjarráð og það bara kemur skjalið þar inn. Ég var að velta fyrir mig hvort við ættum að fara stuttlega yfir samt svona stöðu mála og bara þá atburðarás sem við höfum verið að ganga saman í gegnum. Við höfum rætt það að það fór aðeins að syrta í sálinn svona í síðpart síðasta árs, desember, og staðan undanfæri hefur verið sú og það vitum við öll að það hefur verið verkstopp á staðnum og í raun og veru hefur verið bara staða samninga eikar við verktaka. Það hefur síðan leitt af sér í raun og veru þá niðurstöðu að það sé búið að rifta samningum við verktakann og ég get allavega borið þær góðu fréttar inn í fundinn að það er sem sagt búið að finna verktaka. Öflugan verktaka aðalverktaka sem mun taka verkefni að sér og það lítur bara býsna vel út eins og við horfum fram á vegi núna. Mér langar aðeins að skeppa því sem liggur fyrir. Hveragerðisbær hefur fylgt verkefninu eftir mjög ítarlega allt frá maí, allavega allt frá því að ég kom að málum og bara Hveragerðisbær hefur fylgt verkefninu bara mjög vel eftir. Það hefur hins vegar verið þannig að það hafa verið mörg verkefni að vinna. Og það hefur styrkt stöð okkar þegar þetta kemur upp, er að við erum búin að fylgja framkvæmdinni miklu betur eftir en í raun og veru er gert ráð fyrir í samningum. Þannig að stað okkar í dag, vil ég meina, er miklu betri en hún gæti verið. Það er hins vegar þannig að við erum búin að vera núna undanfarna vikur að leita ráða og í miklum samskiptum við náttúrulega kaupandann af húsinu sem er eik og það hefur verið mjög gott og skynsamlegt að ég tel. Þannig að það er allavega að leiða það af sér núna að það er komin verktaki inn og við sjáum fram á að það bara hefjist framkvæmdir. Það þýðir að við getum sett fram nýja tímalínu mjög fljótlega. Það þýðir að við getum séð svolítið fram á það hvernig við fáum húsið afhent. Það er annar hluti í þessu sem við höfum líka rætt hérna, það er að það kom leki á húsinu og sá hluti vinnunnar er yfirstandandi núna. Það þýðir að við fáum einhverja niðurstöður úr þeirri rannsókn. Við tökum náttúrulega aldrei við þessu húsi nema í fullkomnu standi. Það er krafa Hveragerðisbæjar, þannig að það er líka eitt sem við bara bíðum eftir, en ég held að þegar upp er staðið og við erum búin að fylgja verkefnunum vel eftir, þá verðum við með byggingu sem er bæði vel hönnuð, heldur vel utan börn og starfið,
heldur vel utan það fyrirmynda leikskólastarf sem við viljum gefa okkur út fyrir. Þannig að, og ég held að það framlag sem Hveragerðisbær hefur lagt í verkefni, það eigi eftir að verða einkunnarorð þessara byggingar. Ég bara trúi því og er sannfærður það. Þannig að það vendingar sem hafa orðið í málinu eru jákvæðar og það er væntanlega svo og ég gerir ráð fyrir því að í minnisblaðinu sem við förum yfir í bæjarráðið 16. janúar þá væntanlega verði komnar fleiri upplýsingar fram á borðið sem við getum farið yfir saman og það þýðir að þessari svona vegferð kannski við sjáum fyrir endan á henni. Það er líka annað sem við langar að koma inn á að það hefur verið vel tekið í það af foreldrum að nýta sér tímabundna úrræði. Það þýðir að það var vöntun, það var eftirspurn og það var þörf fyrir því að bregða svona við og það var mjög gott að bæjarráð í heild sinni og síðan bæjarstjórn skyldi koma sér saman svona skjótvirkar aðgerðir til þess að bregðast við og ég sé það bara á eftirspurninni að foreldrar þurftu á því halda. Og það er náttúrulega fyrst og fremst verkefni okkar. Öðru fremur það verkefni okkar er að leysa aðkallandi mál sem á stundum maður sér ekki alveg fyrir. Og það er alveg þannig að það koma upp verkefni í lífinu sem maður getur ekki alveg séð fyrir. Það þýðir fyrst og fremst að maður þarf að hafa dug og kjark til þess að bara klára verkefnin þegar þau birtast manni. Og það held ég að sé svona einkunnarorð okkar allra í málinu, þannig og núna horfir aðeins bjartar við. Þannig að ég allavega segi það við ykkur og ég segi það við tilheyrendur að ég held að við fáum von bráðar frábært leikskólahúsnæði sem sinnir börnum, foreldrum og starfsmönnum vel. Þannig að bara Guð veit og gott. Takk fyrir þetta, Já, forseti, takk Pétur fyrir þessi yfirferð. Enda var það nú okkar tillaga að fara í einhverja bráðabirgðalausn til þess að einmitt að koma með þetta. En svona það sem við óttuðumst þegar við svo fréttum að því hvaða leið var farin sem sagt var að það yrði eitthvað að hrópa aðeins svo mikið þá góðu starfsemi sem fram fer á Bungubrekku. En svona eftir samtölu við starfsmenn þá segjast þau ætla bara að ganga í þetta og redda þessu. En svona fyrstu áhyggjur okkar voru það að þetta myndi einhvern veginn raska þessari starfsemi í Bungubrekku og einnig líka bara fyrir þessi yngstu börn að fara fyrst í aðlögun á Bungubrekku, svo á Óskalandi, svo mögulega þurfa að fara líka í aðlögun á Undralandi þegar að því kemur. Þannig að það er svona það sem liggur þarna bak við okkar spurningum þetta allt. En við fögnum því að það sé hægt að taka hér inn börn og leysa biðlistavandamál og einnig að það sé verið að taka á þessum málum varðandi viðbygginguna við Óskalandi. Takk fyrir skemmtilega að gera svona. Forseti, bara örstutt og mér langar bara að hnykkja aðeins á því að þessar tillögur með það eins og Pétur kom inn á að færa yngstu börnin þarna inn er auðvitað bara fagfólki okkar sem tekur það ákvörðun. Það er fagfólki okkar á skólaþjónustunni og Bungubrekku og leikskólanum sem ákvörðun er tekin algjörlega þar þegar maður falið að vinna það og þetta er þeirra niðurstaða fagfólksins. Þannig að við bara treystum því algjörlega að það mat sé það rétta stefnu. Takk. Takk fyrir Sandra. Varstu bara núna? Nei, varstu bara núna? Já. Tók ég eftir? Gjörðu vel með það. Ég hættur að kíkja núna. Forseti. Ég vil bara taka undir það sem Sandra kom aðeins hér inn á og það sem svo gífurlega ánægilegt fyrir okkur sem eru hér í bæjarstjórn. Það er ekki að hafa þennan fína og góða mannauð sem er hér í bænum. Það sem að starfsfólkið, fagfólkið fékk það verkefni að finna út úr hvernig væri best að mæta þessari stöðu varðandi bráðabirgðalausn á leikskólaplási. Þetta er niðurstaða sem kom frá þeim og það við langar bara hér að koma hrósi á framfæri til starfsfólksins fyrir vel unnið starf og góða tillögur.
Takk fyrir það aðeins. Ég bara ræta við þetta. Örstum. Já, forseti, bæjarstjórn, aðrir góðir tilheyrendur. Ég langaði bara kannski stuttlega að koma inn á það líka sem að Sandra svo sem hnippti líka að sko þegar maður fær svona verkbeiðni, ég kalla þetta bara verkbeiðni, og þá náttúrulega sess bara niður með sínu fagfólki, okkar sérfræðingum, og maður náttúrulega leitar fyrst og fremst sko bestu lausnar, og þá náttúrulega starfið í heild sinni metið. Þannig að, og þetta var niðurstaðan. Það er líka gott að koma inn á það að allt hefst í samtali og í einhverjum konar tengslum. Þannig að við áttum bæði fundi með starfsfólki Óskalands, við áttum fundi með starfsfólki Bungubrekku, þar sem að við fórum svolítið yfir verkefnið og hvort að allir væri tilbúnir í það. Þannig að, og það skiptir líka alveg gríðarlega miklu máli. Þannig að ég held að það sem síðan bara framundan, við kannski kom ekki inn á það áðan, er að leið og við sjáum framkvæmdir fljúga af stað á leikskólasvæðinu, þá býður okkar svona bara samtal við EIK sem kemur fram í fyrirspurninni og náttúrulega hluti af því samkomulagi sem við erum bundin af, og þar með bara skrefum okkur örugglega í gegnum mál sem á eftir að vera mikið framfaramál fyrir Hveragerðisbæ. Og það náttúrulega þessi viðbygging sem fallega hönnuð með alveg dásamlegu útisvæði sem hún Anna Leniak, arkitekt, hannaði. Þannig að ég held þetta sé allt að koma saman núna þó að síðustu mánuðir hafi verið dálítið erfið. Þannig að og ég held að það sé fyrst og fremst að ég hef fundið einhugumálið innan þeirra, ég hef fundið einhugumálið í Hveragerði og það náttúrulega fyrst og fremst það sem færir okkur bestu og öflugustu niðurstöðu. Þannig að þeirra var það ekki. Takk fyrir þetta, Pétur. Gleði. Þetta sem fram hefur komið, þá verður minnisblaðinu svarað bara í janúar næsta bæjarráði. Þá vindur okkur í lið 5 sem fyrirspurn frá bæjarfulltrúa D-lista styrk til stjórnmálasamtaka í Hveragerði. Það fyrirspurn styrk til stjórnmála Hveragerði, fengu öll stjórnmálasamtök sem sæti bæjarstjórn úthlutað styrki árið 2024 samið Hveragerðisbæjar framlög til stjórnmálasamtaka og veitarstjórnarstigi fyrir árið 2023. Þú bara veitir. Forseti, já, við leggjum hér fram fyrirspurn eins og hefur komið hér fram og ástæða þess hér sem eftir fylgir. Samkvæmt reglum Hveragerðisbæjar framlög til stjórnmálasamtaka á sveitarstjórnarstigi það skilyrði að stjórnmálasamtök uppfylli upplýsingaskyldu sína við ríkisendurskoðanda í samræmi við 8. og 9. grein laga númer 162/2006 og að þau birti ársreikning sinn á opinberum vettvangi. Stjórnmálasamtök skulu eigi síður en 31. október ár hvert skila ríkisendurskoðanda reikningum sínum fyrir síðastliðið ár. Samkvæmt því sem bæjarfulltrúar D-listans hafa kynnt sér birti Sjálfstæðisfélag Hveragerðis, félagið sem stendur á framboði D-listans, ársreikning sinn fyrir árið 2023 opinberlega á vef félagsins 27. febrúar 2024 og var hann samþykktur á aðalfundi félagsins 20. febrúar sama ár. Jafnframt skilaði Sjálfstæðisfélagið ársreikningum sínum til Sjálfstæðisflokksins sem skilaði samanteknum ársreikning til ríkisendurskoðanda 31. október 2024. Okkar Hveragerði birti opinberlega færslu á Facebook þann 29. desember 2024 þar sem sagt var frá skilum á ársreikningi þeirra og var ársreikningurinn undirritaður af stjórnarmönnum 11. og 12. desember og hann birtur á vef félagsins. Þá var þeirra ársreikning skilað til ríkisendurskoðanda 13. desember. 1,5 mánuði rúmlega eftir skilafrest sem uppgefinn á vef ríkisendurskoðanda. Á vef ríkisendurskoðanda kemur fram að Framsóknarfélag Hveragerðis sé ekki búið að skila ársreikning fyrir árið 2023 og ekki að sjá Facebook síðu félagsins að búið sé að birta ársreikninginn opinberlega. Ætti því Framsóknarfélagið samkvæmt reglum Hveragerðisbæjar ekki að hafa fengið úthlutaða styrk frá Hveragerðisbæ fyrir árið 2023 og verður að spyrja hvort okkar Hveragerði hafi átt rétt á styrk þessum ársreikning var
skilað eftirlöglegum skilafresti ríkisendurskoðanda. Sama gildir að vísu ársreikninga beggja félaga, okkar Hveragerðis og Framsóknarfélag Hveragerðis, fyrir árið 2022 sem skilað var löngu eftir löglegan frest. Það liggur hérna síðan fyrir minnisblað sem að bæjarstjóri afhenti okkur hér í upphafi fundar. Það sem svona einhverja útskýringar og svo einnig tillaga sem ég veit ekki hvort þú ætlar að fylgja úr hlaði að breytingum á reglum sem auðvitað bara gott því að þetta þarf að vera skýrt hvenær skilafrestur og hverjar eru afleiðingar þess að skila ekki inn ársreikningum og að birta þær opinberlega. Það þarf auðvitað, þetta er svona eins og að ég veit ekki að kaupa lottómiða og svo þarf að sækja hann fyrir einhvern ákveðinn frest, annars bara færð hann ekki. Þannig að það er ágætt að þetta sé kýrskýrt. Takk. Takk fyrir þetta, Friðrik. Ég þakka að drefa minnisblaði og bæjarstjóra til að breyta minnisblaðinu. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir tilheyrendur, ég ákvað að taka bara saman örstutt minnisblað fyrirspurnina og sem ég bara les upp núna, en ég bara einfaldlega þannig þenkjandi að mér finnst alltaf best að hugsa í lausnum og þegar eitthvað kallar á mann. Þannig að ég með örlitla tillögur sem þá fer væntanlega bara í einhverja umræðu innan dyra. Fyrirspurn frá bæjarfulltrúum Friðriki Sigurbjörnssyni og Öldu Pálsdóttur Dýristad. Fengu öll stjórnmálasamtök sem eiga sæti í bæjarstjórn úthlutaða styrki fyrir árinu 2024 í samræmi við reglur Hveragerðisbæjar framlög til stjórnmálasamtaka á sveitarstjórnarstigi fyrir árið 2023. Svar. Öll stjórnmálasamtök í Hveragerði sem eiga sæti í bæjarstjórn fyrir útgreidd framlög fyrir árið 2023 útgreidd í lok árs 2024 samkvæmt verklagi fyrri ára sjá meðfylgjandi fylgiskjal. Og á minnisblaðinu bara útskrift úr aðalfunkinu okkar, þannig að þarna kemur þetta bara fram. Tvenn stjórnmálasamtök í Hveragerði skiluðu inn ársreikning til ríkisendurskoðanda fyrir árið 2023 án athugasemda. Samkvæmt 9. grein laga nr. 162 frá 2006 starfsemi stjórnmálasamtaka ber stjórnmálasamtökum að skila áritum ársreikningum sínum til ríkisendurskoðanda fyrir 1. nóvember ár hvert. Ríkisendurskoðanda ber að birta ársreikningar almenningi eins fljótt og unnt þegar ársreikningar hafa borist honum. Samkvæmt upplýsingum sem leitað var eftir við samningu þessa minnisblaðs var ársreikning Framsóknarfélagsins í Hveragerði skilað inn til bókarflokksins. En þar sem ársreikningu félagsins var undir tekið viðmiðum félaga innan samstæðuskila sem eru 550.000, samanber 1. málsgrein 8. grein laga nr. 162 frá 2006 fór reikningurinn inn með samstæðu flokksins til ríkisendurskoðanda. Ekki gert ráð fyrir eftirlitsskyldu bæjarstjóra með skilum á ársreikningi til ríkisendurskoðanda varðandi útgreiðslu framlegana í reglum framlög til stjórnmálasamtaka sem bjóða fram til sveitarstjórnarkosninga í Hveragerði. Með vísan í sömu reglur, og hér kemur tillaga bæjarstjóra, með vísan í sömu reglur gerir bæjarstjóri það að tillögu sinni að verklagi kringum útgreiðslu styrkja til stjórnmálasamtaka í Hveragerði breytist. Reglurnar verði með þeim hætti að bæjarstjóri kalli eftir ásetningum frá stjórnmálasamtökunum 1. desember ár hvert, athugi hvort að þeim hafi verið skilað til ríkisendurskoðanda, samanber 8. og 9. grein laga nr. 162 frá 2006 og ákvæði 5. greinar þessara reglna og birti síðan ásetningana á heimasíðu Hveragerðisbæjar. Þá eru allir ásetningar á sama stað til birtingar sem einfaldar og opnar aðgengi íbúa að þessum upplýsingum. Í kjölfar þessa eru styrkir greiddir út til stjórnmálasamtök. Takk. Takk fyrir þetta, Pétur. Norðuðu lausnarnar og verður tilhörnir sem ég til samhýttar jarðarstjórnarstjórnar. Ég mátt fara undan á. Nei. Forseti. Ég ætla að koma hér upp á mjög jákvæða nótum og mig langar að hrósa D-listanum í Hveragerði fyrir tvennt. Í fyrsta lagi skoða Facebook-síðu Áfanga Hveragerðis. Þannig að öllu gamni sleppt, þá langar mig sérstaklega að hrósa ykkur fyrir þessa fyrirspurn og það eftirlit sem að þið hafið með á meirihlutanum í þessu tilfelli hér í þessu og það er mjög mikilvægt og ég meina þetta þó að þetta beinist
að mínu stjórnmálasamtökum að við höfum skilað og sent. Þá tel ég þetta sé mjög mikilvægt og það var einmitt tilgangur þessara reglna það var akkurat að upplýsingaskyldu væri sinnt þetta. Það var nú bara þetta sem ég vildi koma inn. Já, forseti. Takk fyrir hrósinu. Ég er aðeins hugsi yfir svörunum við þessu. Af því að lög toppa alltaf reglugerðir. Og það sem þetta stendur í lögum að það ber að skila þessu inn, að þá finnst mér ekkert að við þurfum að setja einhver axlabönd hér á. Ég meina, við vitum þetta sem störfum í þessu, við vitum að það er að skila þessu og mér finnst bara að við eigum bara að sjá til þess. Mér finnst ekkert að bæjarstjóri eða þurfum að bæta inn í reglur hjá okkur. Þetta er bara samkvæmt lögum. Takk. Takk fyrir þetta, Alda. Aðeins til þess að bregðast við þessum athugasemdum Öldu, þá finnst mér þetta ágætt tillaga um verklag, ekki vera til að breyta reglunum heldur verklagi varðandi þetta. En það er þannig að hér erum við kannski að vera að horfa til þess að ársreikningum stjórnmálasamtökanna í Hveragerði sé skilað hingað inn og sé kannað með það. Og við vitum það auðvitað þegar við skoðum samstæðureikninga stóru stjórnmálaflokkana, þá er erfitt að sjá það kannski á vef Ríkisendurskoðunar á einu stað og ég veit ekki hvort að það væri nægileg opinber birting að birta til dæmis ársreikning stjórnmálasamtaka í Hveragerði á Facebook síðanu þeirra. Það ætti kannski frekar að vera á vef ef þau hafa yfir slíku að ráða. Þannig að ég held að sé kannski bara ágætt tillaga frá bæjarstjóra að þetta hafi bara sinn stað á vef bæjarins eins og við erum með upplýsingar skráningu hagsmuna bæjarfulltrúa væri kannski einhverjum svipuðum stað, ég veit það ekki. Þannig að því leyti finnst mér þetta fín athugasemd að koma ársreikningum þeirra stjórnmálasamtaka sem eru hér á einn stað og þetta heldur fyrir almenning svona nálgastafnar. Takk fyrir þetta. Bara kannski aðeins þetta tengt af því að við höfum alveg rætt það innan meirihlutarins að við Hveragerðisbær erum með alls konar þjónustusamninga við félagasamtök í Hveragerði og það hefur alveg verið rætt að því að yfirleitt er útlistað hvert hlutfall þeirra fyrir ákveðnar fjárhæðir og slíkt að greiðslurnar verði greiddar til þessa félagasamtaka eftir því þegar þau hafa skilað sínu, skiljiði mig. Þannig að mér finnst þetta bara svolítið verið í takt við það að segjum að foreldrafélagið með þjónustusamning við Hveragerðisbær og þau hafa jólafundur eða eitthvað sem er tilgreint í þeim þjónustusamning og þegar því er lokið að þá er framlagi greitt út frá Hveragerðisbær. Nú tek ég þetta bara sem dæmi og við getum tekið líka sem dæmi leikfélagið 17. júní eða annað slíkt. Mér finnst þetta svolítið bara svona sambarlegt þegar stjórnmálaöflin hafa skilað inn til Hveragerðisbæjar að þá sé greitt út. Þannig að bara svona smá innlegg, takk fyrir. Takk, Sandra. Ekki fleiri kveðið sér hljóðs. Það ætlum að bera tillögu frá bæjarstjóra upp til atkvæðagreiðslu. Það sem lagt er til að reglunum með þeim hætti að bæjarstjóri kalli eftir ársreikning frá stjórnmálasamtökum 1. desember átkvæðst og atvikið er skilað til Ríkisendurskoðanda samkvæmt 8. grein 9. grein laga 162/2006 og 5. grein þessa reglna. Birti hérna ársreikning á síðu Hveragerðisbæjar hveragerði.is. Það er kannski bara aðeins úr sæti fórsti. Já. Þá kannski að koma fram á þeirri síðu sem þetta verður á Hveragerðisbæ að þetta sé verklagsregla, svona sé einhver staðar sýnileg og muni lifa áfram, ekki í fundargerð bæjarins. Ekki bara það. Nei. Okay. Það er allir ekkert á sama stað, einfalda og beðið. Þeir sem er samþykkja stilu og gefa merki. Það er samþykkt. Þá er 7. lið fundekils aðalskipulagsnefndar frá 10. desember 2024.
orðalaust. Enginn kveður sér hljóðs. Og þá er fundekjan boðin til staðfestingar. Þessi staðfesting fundekja er geðmerki. Hún er staðfest samhljóða. Þá er það 7. liður húsnæðisáætlun Hverfisbæjar 2025, seinni umræða. Orðalaust seinni umræða. Það var mjög líflega að segjast. Já, það fór. Þessu verður ekki hvort að ég ætla að fara alveg náttúrulega fórseti. Ég er svona bara velti fyrir mér hvort það hafi orðið einhverja breytingar eftir umræður einmitt á síðasta fundi á þessari húsnæðisáætlun. Ég hef ekki séð beint eða svona allavega svona í fljótu yfirbragði hvort það hafi orðið einhverja breytingar. Ég bara velti þessu fyrir mér. Það hefði ekki orðið breytingar á milli umræðna orðalaust. Ef það er ekki fleiri þá ber ég legg til að það bæst úr samþykki húsnæðisáætlun Hverfisbæjar 2025 og þessi samþykki þannig geðmerki með samhljóða. Þá er dagskráin tæmd. Þá er bara næst að lesa fundargerð og samþykkja hana og við slítum útsendingu 17.